Ég segi stundum í grín og alvöru að það alltaf verið að tala þekkingafyrirtæki. Ég vil segja að þetta sé þekkingafyrirtæki í því samhengi að þetta þarf gríðarlega mikla þekkingu til þess að reka svona fyrirtæki. Maður þurfti eiginlega að brenna sig á öllum puttum allan tíman sko. Því að maður var svolítið að prófa eitthvað nýtt sem maður hafði bara aldrei prófað áður nema bara að vinna við það sko. Þetta tekur allt sinn tíma að læra á og berja plöntur. Maður náttúrulega alltaf að læra á hverju ári eitthvað meira. Það stærsta verkefnið að finna meðalveginn fyrir þannig að allar plönturnar dafni vel. Og á þessum tíma þá talaði ég jólatré og hinsegin tré. Það kom nú svo tímapunktur að ég ákvaða að hætta þessu og skila landinu. Og það er verið henni að þakka, ég held áfram því hún bara barði í borðið. Við gefumst ekki upp. Hér var bara goshver og það fyrsta verkefni þeirra sem settust hérna, það var að beisla hverinn því að hann er goshver. Ef maður hefur áskorun í því sem maður er að rækta og vinna við, það er meira gaman sko. Það er allt leiðilegt sem er alltaf eins, bara steindautt. Það er alveg augljóst að til þess að þetta gangi upp að vera í þessari berjaræktun, þá verða menn að vera alveg gríðarlega vel tæknivæddir. Við mistum þá alveg húsið okkar sem var hér þá. Það var 2000 fermetra hús hérna þá og það fór alveg. Við vorum alveg samtaka í því að hætta, en kannski ekki alveg jafn samtaka að hætta við að hætta. Ég held að ég hafa nú kannski ítt svolítið meira á það að halda áfram. Svo þessi sagt sko, við vorum 44 ár í garðyrkju. Það er svolítið langur tíma saman vinnustaðnum sko. Það er ekki margir sem hafa gert það að vera á sama staði í 44 ár og hafa gaman að lífinu allan tíman. Þegar ég kem í garðyrkjuskólann þá eru 35 stöðvar hér í Hveragerði. Í dag erum við 5. Það var náttúrulega að byrja að kaupa sér traktor og þegar ég kom með hann í hlaðið þá kom pabbi út til mér og sagði: "Já, drengur, hvað ætlar að gera með þetta? Þú getur aldrei notað þetta er svo stórt." Það var nú Setor sem er minnsti traktorinn í notkun á heimilinu í dag. Þú byrjar ekki að rækta grænmeti ef þú veist ekkert hvað þú ert að fara að gera, þannig að þú þarft hjálp. Það þarf bara svona fólk í þetta sem hefur bara hugsjón. Það er bara það sem við höfum haft. Við höfum haft bara rosalega hugsjón fyrir þessu, haft gaman af þessu, en þú þarft seiglu. Framtíðin er björt svo fremur sem fólk vil standa í svona rekstri og það bara þarf að finna þessa einstaklinga sem að geta hafa sér eins og við höfum gert í þessu rekstri, haft þetta sem lífsnautn að standa í þessu því að þú fær aldrei alla tíminn að borga. Það gerir bara eins og ég og við konum, við borðum kjötið með grænmetinu sko. Það er ekki hinsegin.